Afleiðingar afnáms gjaldeyrishafta hafa ekki verið teknar inn í spár Seðlabankans sem eru jákvæðari en áður. Seðlabankastjóri segir hermanna vinna að því að haga málum þannig að afnámið hafi ekki neikvæð áhrif á þá þætti sem skipta sköpum í bata efnahagslífsins. Þrátt fyrir að blikur sé á lofti á erlendum mörkuðum slær Seðlabanki Íslands á jákvæða strengi í peningamálum sem kom út í dag. Þar spáð betri horfum á flestum sviðum en gert var ráð fyrir í fyrri spám bankans. Bankinn slær á þessa jákvæðu strengi í ljósi þess að krónan hafi styrkst og viðskiptakjör heimila og fyrirtækja hafi batnað og hagvöxtur muni aukast. Eftirspurn heimila hafi aukist og útlit sér fyrir að aukin einkaneysla verði ein megin uppspretta hagvaxtar næstu ára. Her sérfræðinga Seðlabankans vinnur nú að því að leysa landið úr viðjum gjaldeyrishaftanna. Það á síðustu metrunum, það bara praktískur og lagalegur undirbúningur í gangi og hann felst í því að þá hreypa aflandskrónum inn í fjárfestingu með ákveðnu skilyrðum og það verður vonandi bara á alveg allra næstu vikum. Reynt verið að ráðast í afnám haftana þannig að það hafi ekki mikil áhrif á verðbólguna eða gengi krónunar. Það sem við erum að vonast til er að þessi leið sem við erum núna að opna muni auka fjárfestinguna og þá vonustu til þess að þegar það er búið að ganga í einhver tíma að fjárfestingastigið verði hærra heldur en við erum að spá hér. Við fórum ekki að taka það inn í spárnar ennþá en þá myndi náttúrulega hagvöxturinn verða enn meiri, þá myndi atvinnuleysið minnka hraðar. Við skulum vona það. Vegna